Stefánsson, sami GPS-punktur og Nei, sviðið lengra niður. Þetta er þessi salur. Þessi salur. Og það vantarlega skrifstofu þar eitthvað hérna sviðið var. Það bara sést á svo vitum en þið munið að sko fyrst var þetta náttúrulega svona bara hallandi góð og svo þegar félagsheimilið var þá var þetta sko stalla. Já. Þess að búa til nýja. Góðan daginn. Og velkomin í bæjarstjórnarsal Kópavogs, fundarsal bæjarstjórnar, fjölmiðlar og aðrir góðir gestir. Þetta er nokkuð svona söguleg stund sem er að renna upp hérna í þessum ágæta sal sem er nú nýbúið stutt sem er búið að svona gera miklar breytingar á honum. Hérna eru margir svona Kópavogsbúar, þó ég ekki einn af þessum gömlu grónu Kópavogsbúum. Það eru margir Kópavogsbúar sem muna eftir þessum sal sem félagsheimili Kópavogs og hérna var mikil starfsemi, hérna var leikfélag lengi og hérna var líka kvikmyndahús til margra ára. Og einhverjir munu halda því fram að hérna sé kannski vagga íslenska punksins og án þess að ég fara út í svona nánar skilgreiningar á því hvað punk er en þeir sem þekkja til vita hvað það inniber. Þetta náttúrulega er tónlistarstefna sem kemur fram þarna í lok 8. áratugsins í Englandi og í Bandaríkjunum og berstingar svona full seint kannski myndu sumir segja til Íslands en alveg hvað misnertir þá svona kom punki til mín í formi lítillar plötu sem var hvít á litin sem var mjög óvenjulegt og framleiðin gaf út þetta í 1979 eða þú leiðir með að það er tekin 79 kom út 1980 í mars. Mikið rétt og það var hið stórkostlega lag Summer Nights skrifað með kái í skemmtilegri útsetningu framlana sem var ekki mikil athygli en það hvað sannlega við nýjan tón þarna. Sumir pop-skrýpendar kölluðu þetta ræflarokk eða sumir kölluðu þetta pungurokk en það festist nú ekki við hérna í Íslandi og við tölum bara punkið og gamla skiptistöðin sem var hérna upp á hérna rétt hjá okkur hérna upp á Holtinu. Hún náttúrulega var svona samkomustaður punkaranna og mikil félagsmiðstöð þeirra og margar minningar ábyggilega sem tengjast í og margir sem eiga góða minningar hérna saman. En sú stund sem er að fara að renna upp er sú að fræblaðir og snillingarnir ætla að spila hérna líka, ætla að spila hérna í fyrsta skipti í 29 eða 30 ár. Það er gríðarlega langur tími, maður er búinn að vera ungur mjög lengi en maður svona uppgötvar það að það er liðinn svona langur tími frá því að maður var í þessum heimi sjálfur og ég var svona að hugsa að veltaði fyrir mig hvernig maður ætti að klæða sig fyrir þetta tilefni og ég fann nú ekkert viðeigandi í fataskápnum hérna þannig ég ákvaði að vera bara svona semi-fínn og sleppaði að koma hérna með hanakamb og í leðurjakka eða með nælu í munninum en hérna það er kannski rétt að geta þess í því samhengi að Valgarður ég vona að sé þetta að vera leiðilegur hann hefur alltaf verið einn af best klæddu punk-tónlistarmönnum bara heimsins held ég snirtilegasti punkarinn á Íslandi en ástæðan fyrir því að við erum hér í dag er svo að á morgun þá ætlum við að halda hérna punk-hátíð í Kópavogi og í Mólar klukkan 2 verða fjöldi hljómsveita sem þar koma fram og síðan seinna kvöldið á Spott veitingastað hérna upp í Bæjarlind. Við leitum hérna og Valgarður veik það valli eins og í Kísakallaði núna, það er svona eðlilegri þessu samhengi. Við leitum að stöðum hérna í nágrenninu sem hendum fyrir tónleikahald og kannski finnum við það einhvern tímann í framtíðinni ef þessari hátíð vex fiskur hring sem í vonandi verður. En fræblarnir og Valli og félagar hans í kringum hann, þeir hafa staðið að þessari hátíð í nokkur ár. Hún hefur verið inn í Reykjavík og okkur fannst svona ástæða til þess að reyna að draga hana nær svona fæðingarbænum og uppeldisbænum og þar sem punkið var mörgleiti til hérna á Íslandi og mikil gróska í kringum það hér í Kópavogi. Og menningar, eða lista á menningar á síðasta ári ákvað að styrkja þessa hátíð um 400.000 krónur og gera þeim kleift að koma hérna í Kópavoginn og byrja þetta og ákvaðum að byrja svona kannski smátt með íslenskum hljómsveitum og kannski einhvern tímann í framtíðinni þá
munu koma gamlir punk eða raflarokkarar frá Bandaríkjunum eða Breitlandi eða hvað sem úr heiminum til að samgleiðast með okkur á þessari hátíð. En þetta er bæði svona sögulega tengingar í þessu en síðan eru þarna líka hljómsveitir sem eru ungir menn og konur sem eru að hasla sig völl og líta til þessara tíma og þessara tónlistarstefnu sem ég ætla ekki að fara út í neina nánar skilgreiningar á, en yfirleitt er þetta stutt lög og skemmtileg með miklar meiningar. Yfirleitt það er svona það sem er þessu sammerkt. En það er kannski, ég veit ekki hvað það er kaldhæðnislegt, en það er skemmtilegt og fyndið að þessar hljómsveitir sem spiluðu hér í salnum fáum tækifæri til að spila aftur í bæjarstjórnarsal sem er svona tákngerving einhver svona valdsins sem kannski þessir einstaklingar voru ofta að gagnrýna á árum áður. Svolítið að segja fuck the system eða servum kerfin eins og einhver orðaði það og voru að gagnrýna stjórnmálamennina og aðhylltust anarkisma og stjórnleysi. Ég veit ekki hvað eimir eftir að þessu í skáldskap fræflara núna í dag, en það vonandi kemur ljós bara hér á eftir. En sjálfur á valli stuttan en litríkan, pólitískan feril, hann bauð sig fram til alþingiskosninga með sólskinsflokknum að mig minnir og lofaði betra veðri og færiði Geir Hallgrímssyni minnum í gjöf svona hjálm í baráttunni gegn verðbólgunni, lyftursókn gegn verðbólgu, svona öryggishjálm. Ég minni að þetta hefði verið í beinni útsendingu í sjónvarpinu einhvern tímann. En hann alltaf mann ekkert eftir því. En þannig að pólitíkin og tónlistin, það er alltaf einhverja tengingar í öllu og kannski sjáum við einhverja svoleiðis tengingar eftir og morgun og á Spott og í Mólanum. En það er gaman að sjá hversu margir eru komnir hérna og það er mörg kunnulega andlit og hér er náttúrulega Dr. Gunni sem þekkir sögu bæði tónlistar á Íslandi og sérstaklega í Kópavogi og sögu Kópavogs á ákveðnum tímabili mjög vel og hann á eftir að spila á morgun bæði í Mólanum og á Spott er ekki? Jú. Mikið rétt og þannig að það er til mikils að hlakka en ég hef mjög ánægður ekki bara fyrir hönd næstbesta flokksins að því að þetta var vissuleyti í málefnaskrá flokksins að halda punkhátíð í Kópavogi og það er að verða veruleika þannig að við getum allan að strika eitt málefni þar út af listanum og síðan býður það sem var á þeim lista líka að gera sem sagt Fræflana og alla heiðursborgurum hérna í Hamraborginni, Hamraborgar heiðursborgara. Þú átt þetta ekki gerast í dag? Því verður frestað. Ég fékk ekki fjármagn til þess að gera það en stytturnar sem það er verið að vinna í þeim að búa til bronsstytturnar sem við finnum ábyggilega góða stað hérna í framtíðinni. En mér langar bara að bjóða Valla og félaga upp á svið og hann kannski vil segja einhver orð hérna en það verður músíkin og tónlistin sem talar sínu máli. Takk fyrir mig. Ég ætla ekki að segja neitt um að þakka Hjálmari fyrir að grípa okkur inn í Kópavog. Við erum búin að gera þetta nokkur ár að við hittumst svona stór hópur sem hefði byrjað á þessum punkgeira og fórum að rifja lögin sem vorum að hlusta á, æfðum þau upp og spiluðum í 3-4 ár. Þannig að þeir höfðu samband, Hjálmar og Friður og báðu okkur að koma til Kópavog og það var eitt skilyrði, við vildum að fá að spila í gamla Kópavogsbíói. Þetta er svona það næsta sem við komumst. En hérna snillingarnir þetta bara 2 lög og svo tökum við framlega 2.